La. Það verður ekki betra en það. Þetta hérna alternativ myndband sem ég fann einhvers staðar. Skora á okkur að hlusta á það. Þetta á Twitter. 5 times August. En velkomin á broadcast í minn undraþátt sem við getum kallað Axel Pétur í höfuð á mér. Og ég hef nú aðeins bara chillað svona á meðan að menn að jafna sig á forseta farsanum. Og þessi þáttur kemur til með að heita Fréttir vikunar og núna vika 27, þannig að þetta eru Fréttir vikunar númer 27. En forsetaframboð mitt var mjög skemmtilegt og maður kemst líka alltaf að því í svona framboði hverjir eru haldfastir vinnumanns eða sem sagt stuðningsmenn og hverjir ekki. Og það eru margir sem að hélt að stæðu nærmanni sem að eru hreinlega ekki með á mínum bát, heldur eru í einhver öðru víkingaskipi og einhver annar leið. En mitt víkingaskip á leiðinni til víkingalanda og ég ætla nú einu sinni enn að plugga minn fræga víkingaflokk. Og ég nú boðið mörgum af þeim sem ég teldi nú vera vini mína, en það hefur ekkert komið neitt afl fram sem að hefur áhuga á þessu. Og stefnurnar sem eru hér eru mjög þar eru reyndar svolítið framúrstefnulegar, þannig að tekur nú hugsanlega svolítið lengri tíma að fá þær fram. En hvernig sem það þá þetta skemmtilegt framtak hjá kallinum. Og ég held að þessar kosningar sem fóru fram núna voru stórlega riggaðar. En margt það sem að ég sagði í mínum stutta framboðsferli, ég náði ekki einu þessum blessuðu undirskriftum og reyndar. Ég hefði nú náð þeim ef ég hefði farið til Íslands, en ég náttúrulega hér með 5 börn á heimilinu og einn uppkominn á Íslandi. Og ég spurði konuna, ef ég myndi nú vinna, myndirðu koma með mér á Bessastaði? Og svona, nei, ekki alveg til í það sko. En margt það sem ég sagði varð síðan svona höfuð umræðuefnið í kosningunum sjálfum og ég tek mjög oft eftir því að það sem ég segi, þessar hugmynda mínir sem ég að búa til, þetta eru orginal hugmyndir ala Axel Pétur, að þær koma síðan oft inn í mainstreamið. Misjafnlega langu tímaramma á því hvernig það kemur inn í mainstreamið, en yfirleitt enda það þar. Og eitt sem ég sagði var að reka alla ríkisstjórnina og það var einn núna bara í þessari viku sem ég að fjalla sem að tók með orðinu og rak alla ríkisstjórnina í Kenía. Og þannig að róður framboðsminns fer greinilega víða og það bara gott og gaman. En svo ýmsar aðrar samsæriskenningar sem að ég sakaður að fara með fleipur með. Þetta dúkka svo upp líka sem samsæris staðreyndir eða svona, þetta ekki bara samsæriskenningar, þetta líka svona bara alls konar kenningar lífið og tilveruna og heiminn sem við búum í. En ein datt núna líka borð, það þessi ég veit ekki hvort það var kallað kenningu mína, en það þessi trú mín að það séu engir gervinettir nema þá í Belgjum. Og og ég náttúrulega lýsti yfir að geimurinn hoax
og í sjálfum sér rökstyð það ágætlega víða. En hérna sem sagt, sjáum við hérna í höfuðmyndinni. Hérna sjáum við þar sem verið að hleypa hérna gervihnöttum á loft. Þetta gervihnöttur hér sem að lafir í belgnum, sko. Og það gríðarlega stór svona blöðru fyrirtæki hérna í Svíþjóð sem að bara setja belgi á loft alla daga. Og þetta líka gert á suðurpólnum sem að liggur allt í kringum oss. Þannig að það svo sem nóg að gera. Og hérna, ég ætla að slíta hér við ykkur sem ekki áskrifendur hjá Broadcast. Og hérna, og ég slít líka framan af tónlist sem að veldur vandræðum á YouTube. Þannig að ég skora á ykkur að gerast áskrifundur til þess að sjá allt efnið okkar þar. En það sem ég ætla að fjalla í þættinum nánar þetta Hannibal aðferðin eða uppskriftin. Og núna að koma skýrsla frá IDF að hún kom út í dag þetta að þessi október 7 hafi nú verið eitthvað skrýtin. Og ég ætla að fjalla NATO og vitleysuna í því bandalagi. Og svo ætla ég að fjalla aðeins hvernig valdstjórnin íslenska tekur út menn og fjölskyldur. Og svo ætla ég að fjalla aðeins Carbfix hóksið og hérna og svo þetta nú kannski eitthvað meira eins svona eins og gerist stundum hjá mér. En hérna þeir sem ekki áskrifendur, ég bið að heilsa ykkur og vona að þið komið hinum megin við áskriftarvekkin sem allra fyrst. En þið sem eruð áskrifendur, það náttúrulega hræðilegt sem að gerast á Gaza. Og ég hef lýst því yfir oft áður að þessar tölur sem að birtast séu allt og lágar. Og bara ef þú horfir á eyðilegginguna og lætin, sprengingarnar og allt þetta, þá þarf ekki að vera mikill vísindamaður til þess að sjá að uppgefnar tölur eru lágar og uppgefnar tölur eru bara þeir sem koma á spítala, undir hendur heilbrigðisráðuneytisins í Gaza. Og hérna, þannig að sú tala nokkuð lág, 37 held ég að vera síðasta talan. Og hér eru sem sagt í Lancet vísindatímaritinu, þannig að þetta eru ritrýnt og þetta eitt virtasta vísindatímarit í heiminum í dag. Að þar eru þessir gaurar hérna, Rasa, Martin og Salim, að þeir eru að nota ákveðna nálgunar aðferðir til þess að áætla dauðsföll. Og þannig að og ég hef heyrt sum að segja að lágmarki 250.000 og þetta þjóðarmorð ennþá í gangi. Og þannig að það líka talað það, síðan fór að birtast fréttir hérna eins og Haaretz, þessi birtist fyrir nokkrum dögum að það frétt á áróðursherferð í gangi hjá IDF og fleirum til þess að minnka blóðið, ef við getum orðað það þannig. En hérna byrjuðu þeir kom Haaretz fyrst með frétt þetta, að þessar tölur væru stórlega vantaldar.
Grayson hefur fjallað mjög ítrekað þetta og eru búin að segja þetta fyrir löngu sko, að mannfjallið miklu hærra og ég reynda bara þegar ég sá myndir eins og þessa sko að það Hamasliðar hlaupa ekkert með græjur á bakinu sem að ráða við þessa eyðileggingu. Ég hef sagt það áður og segja það enn. Og og þeir sprengdu, það eitt í einu tilfelli það voru 14 manna fjölskylda haldið reyndar í gíslingu í svona kapúts kallaðir það og sko ísraelska hernum var bara gefin opin það var sagt að þetta ætti bara að vera dauðasvæði sko og hérna voru 14 Ísraelar held að sé þessi mynd dozen, það eru cirka 14 og það var allir sprengt í tætlur með skriðdrökum Ísraelsmanna og þetta eru þeir atburðir sem eiga að standa undir þjóðamorðinu á Gaza og það lítur svolítið þannig út að meiri hluti dauðsfalla á þessum degi hafi verið Ísraels sjálfur að fremja sjálfsmorð eða sem sagt að drepa sína eigin þegna. Já, þú varst að hlusta á brot úr þætti sem að ég gerði fyrir broadcast.is og hvet alla til þess að horfa á restina af myndbandinu sem að vonandi mjög áhugavert. En til þess þarftu að fara inn á broadcast.is/áskrift eða fara bara inn á broadcast.is og það hnappur efst sem segir áskrift. Og þar vil ég hvetja þig til að styrkja, gerast áskrifandi, ási og styrkja þar með innlenda þáttagerð og frjálsa fjölmiðlun af bestu sort. Og ég vil þakka þér fyrir að koma við og vona bara að við sjáumst fljótt aftur með áhugavert og jafnvel þarflegt efni inn í umræðu á Íslandi. Takk fyrir og verið sæl.